Hey folks, velkomin á flæðiskerið eða í þáttinn flæðiskerið, hvort sem að ykkur finnst réttara að segja. Þetta er Rökkvi hérna og Jói og hjá okkur í dag verður bílafréttamaðurinn Finnur Orri Thorlacius. Velkomin. Já, takk fyrir það. Ég veit næstum ekkert bíla, þetta eru bílar fyrir mér og þegar ykkur segir ég keyri, þú veist, Saab eða ég keyri Honda þá veit ég bara já, það er bíl. Flestir eru þannig. En ef einhver getur gert það áhugavert þá stóla ég á þig. Já, vonandi. Hérna, hvernig byrjaður nú í því að verða bílablaðmaður? Þetta er kannski dálítið skondið. Ég hef nú svona megnaði minni lífi verið að vinna sem markastjóri hjá ýmsum stóru fyrirtækjum eins og Nýherja og Tæknival og Bíkó og IKEA. Ég lofaði alltaf sjálfum mér að einhvern tímann myndi ég vinna við áhugamálið mitt. Já, sem eru bílar, auðvitað. Já, ég byrjaði þegar ég var áskiptastjóri hjá Morgunblaðinu síðan. Já. Og byrjaði þess að fikta við þetta og að einskjænum áhuga að skrifa reynsluartusgreinar og svo þróaðist það út í annað. Svo var ég í því einhver ár, 2-3 ár og svo var ágættur vinur minn sem var þá forstjóri 365. Honum fannst þetta voða sniðugt hvað Morgunblaðið gerði þetta með öflugum hætti. Já. Þannig að hann bara plataði mig yfir og ég stundum læti mig bara platast. Já, það er ágætt einhver annar bjóða manni betur. Já, það var kannski þannig. Maður hoppi. Já, maður gerir það. Það var líka svona það sem að kannski kveikt í mér dálítið þá var það að þetta var víðtakara. Já. Það var sem sagt bæði vefurinn og síðan var blað og síðan var sjónvarp sem að Morgunblaðið hafði náttúrulega ekki. Já, náttúrulega 365 eru mjög víðtækir. Já. Því sem að þeir geta gert. Já. Þannig að miðlunin var í raun orðin svona ennþá meira spennandi. Já, þú byrjar að skrifa þá blaðagreinarurinu og vísi og svo byrjar þátturinn þarna á fullu gasi. Já, hann kom svona ekki strax en það var svona smá, ég þurfti aðeins að hita vel upp og búa til handrit og annað slíkt. Já. En það var síðan úr að við gerðum 3 þáttaræðir. Það er hlý á því í bili. Já, það hlýtur líka að vera í rauninni gríðarleg vinna þegar þú setur eitthvað á filmu frekar en. Já, ég held að fólk gerir sig grein fyrir því hvað er mikil vinna, aðalega undirbúningsvinna. Já. Að maður getur einmitt séð það þó að þetta sé náttúrulega ekki sami bransi sko kvikmyndabransin en að maður getur séð það á sumum bíómyndum að það er mjög auðvelt að rústa öllu. Já, ef þú kannt ekki til verka í því. Það er dálítið þannig og já, ég held að minna átt sig ekki á því að undirbúningsvinnan er í raun miklu tíma frekar heldur en upptökur. Já. En þetta var samt gert mjög hratt og við unnum mjög hratt við þetta alls saman og ég vona að það ekki sést mjög vel. En það er nú bara stundu þannig með íslenska dagskrárgerð að við þurfum öll að vinna heila hraðar heldur en kannski tíðkast annars staðar. Já, við erum alltaf minna land og við höfum ekkert allt þetta. Nei, og það er kannski á einmitt við tækniminn, kannski talandum Jóa við hliðina á okkur að þetta er maður sem þarf að kunna allt og það á líka við í þessum bransa. Einmitt, þú færð erlendismyndur fá myndatökumann og þú fengir hljóðmann og svo var með leikstjóra með þér og sminkara og svona en við vorum yfirleitt bara 2. Já, þú hefur verið með 2 aðstoðarmenn eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Eitt til að sminka þig og eitt til að ná í dótanda þér og eitthvað svona. Já, einn að greiða og annar að sminka og eitthvað svona. En það finnst mér líka vissuleyti svolítið heillandi við Ísland að þú þarft ekki að sérhafa þig alveg upp í topp og kunna bara einn hlut og vera alveg í þínum kassa sko. Þetta er alveg típist fyrir Íslendinga. Já. Og ég minnist einmitt einna sögu frá föðu minni sem að fór út til Danmörku vegna sem mamma var í námi þar. Þá var hann orðinn fullnuma í bifreiðasmíði og hann ræði sig inn á Vestæði og hann gat eiginlega gengið í öll störf og það bara gátu Danirnir ekki. Einmitt, já. Þannig að hann var bæði afskaplega mikið smetinn og að hærri laun og kunnið allt. Ég held að þetta er mjög típist fyrir okkur Íslendinga. Við erum fá og stundum þurfum við að kunna svona breiðara svið sem við þurfum að vera með fókus á. Og eiginlega öll höfum við einhvern tímann unnið eitthvað þó við séum kannski skurðlæknir eða stjarnvísindamaður eða eitthvað, þá höfum við eiginlega öll einhvern tímann rakað arfa í unglingavinnunni eða afgreitt eitthvað staðar í jólafríinu okkar. Já, ég líti á það sem mikinn kost hér á Íslandi að við fáum frekar unga kynnast vinnumarkanum og mikill vilji til þess að afla sér nokkur aura á sumrin. Já, við erum ekki eins og Donald Trump svona aftengd með allt alveg líf. Ég er búin að lofa að tala ekki meir mann hérna. Já, ok. Ég get ekki stoppað þegar ég byrja. Já, mér finnst þetta bara einn af kostunum við þetta. Já, ég er indalega land. Alveg sammála því og mér finnst það hafa alveg vissan sjarma í rauninni líka afþreyingabransanum að þegar maður gerir fleiri hluti og fær að prófa eitthvað aðeins meira og mér finnst þetta allt svolítið fóðra hvert annað. Já.
að þegar þú lærir að skrifa pistil eða þú lærir að leika eða þú lærir að vera þulur eða þú lærir að vera þáttastjórnandi, mér finnst það allt svolítið sko hjálpa hverju öðru. Já, það liggur við sko að þetta fara út í það að að sá sem að búa til þáttina hann sko stillir myndavélin sjálfur sko, ég veit þetta endar þar sko. Já. En við erum dálítið þannig og ekkert feimið við það og vöðum í verkin og ég held að Íslendingar, það sýnir sér líka í íþróttum að við erum dugleg og svona kannski dálítið vísin og til í að læra eitthvað nýtt og það sést best á því hvaða árangri íslenskir íþróttamenn ná. Já, það er ofta alveg og merkilegt. eru ótrúlega vinsæli til dæmis á Norðurlöndunum og fyrir svona rétt attitút líka. Já. Ég held að Íslendingar séu náttúrulega eins og þú talar íþróttamenn vanir að hafa ekki endilega fullkomna aðstöðu. Líka það, við sættum okkur örugglega vímislegt. Við erum alltaf í dálítið erfiðu landi með erfitt veðurfar og svo leiðis. Kannski sem betur fer í fótboltanum þá er nú aðstæðan orðin það góð að tækniliðin orðin sko, hún er batnað mjög hjá fótboltastrákunum. Já, eins og þegar við höfum verið með svona kraftakalla í viðtölum, við erum svolítið með delli fyrir þeim. Já, það er mikið della fyrir þeim. Að þegar þeir lýsa þessu sko, þá voru þeir ekkert með þessa aðstöðu og þá var bara Jón Páll og Hjalt Úrsús bara að reyna að kenna hvorum öðrum læra bara einhvern veginn jafn óðum hvernig ertu að gera þetta. Það var ekki merkilega aðstæða hann í Jakabóli. Nei, og Magnús verið elst upp á Seyðisfirði, skilurðu. Já. Það er svo sem örugglega ekki fullkomnast aðstæða í heimi þar, en einhvern veginn verða þessir menn sko sterkustu menn heimsmeistari í kraftliftingum, Evrópumeistari í kraftliftingum, það er svolítið bara þetta, þú veist, að þú ert ekki með þetta svona entitlement, þér finnst þú ekki eiga eitthvað bara sjálfsagt skilið. Nei, það er að vera til staðar fyrir þig. Það er kannski eins og með kylfingin okkar hann Ólífíu sem var að slá í gegn núna, hún hefur náttúrulega ekki verið eftir jafngóðar aðstæður eins og þess sem hún var að keppa við núna í þessu erfiða móti. Svo við förum aðeins út í svona hliðarlínu af því sem ætlum að tala um að þá varst þú einmitt mikið í handbolti í gamla dagar, ekki? Já, ég heiti nokkrum árum svona ansir hessilið, það var í Víkingjú og við erum á bótanárunum sem var mjög merkilegt að kynnast þeim ágætaþjálfara sem breytti handboltanum á Íslandi. Ég man bara eftir honum sem krakki, skilur, hann var svona ákveðin. Ég er svo miklu eldri en þú. Já, þú hefur verið spílandi þarna þegar ég man eftir þessum náunga þegar maður var svona krakki og handboltamennirnir voru að byrja að verða svona þjóðarhetjur. Já, þetta er að gerast þarna með svona, þarna eru við virkilega að verða góðir. Já. Hann breytti alveg hugafarinu og hann var mjög reyndar strangur svona þjálfari. Já. En hann var samt skemmtilegur því að það var stutt í grínið og svona en menn ældu á æfingum og út úr hlaupunum á haustin og svona og þetta var harður skóli. Það kannski gerði þetta lið líka svona frábært og já, við verðum á þessum, ég hætti reynda 23 ára sko. Já. Og ég var að fara út í nám í mannsteinsnámi til Bandaríkjanna og þá bara hætti ég alveg, en þá var ég búin að vera 2 sessunum Íslandsmeistari og bikarmeistari og fara dálítið í Evrópukeppnir og svona, þetta var rosa skemmtilega ár. Við náttúrulega æfðum og það kannski komandi aftur að því hvar við æfðum, því að við vorum sko með bestu liðum í heimi og fórum í undanúrslit í Evrópudeildinni og mættum þar Barcelona sem er önnur að segja frá þeim skandal sem að við vorum slegnir út á. Já, ég er of ungur til að minna. Já, kannski fer ég þá eftir en sko okkar æfingaðastað var í Réttó. Það þykir pínulítill salur í dag. Það er langt frá því að vera löglegur handboltavöllur. Ég er nýbúin að halda foreldra afmæli. Já, þar. Í grunnskóla dóttur mín í þessum sal. Já, akkurat. Og þetta er að þekkja hann er ekki stór. Já, nákvæmlega. Þarna vorum við sem sagt 5-6 í viku. Og þarna eru til miklu meistarinn eins og Palli Björgvins og Steinar Birgis, Kalli Þráins og Bjarki Sig og Hilmar Sigvarts og náttúrulega svo Viggo Sig, Þorbergur og Gummi Gumm. Já. Og þetta, nú er nánast að telja upp sko byrjunarlið þegar best var. Já. Það er kannski bara heldur ekki þannig að það að vera degraður og fá allt sem þú þarft sé endilega það sem að gera þig alltaf bestan, því að þú getur í rauninni lært heilmikla seiglu út á það að einmitt skorta bestu aðstöðun og besta aðstoðarfólkið og læra svolítið sjálfur. Á þessum tíma átti ég ekki bíl og sem betur bjónir í Fossvogi, þannig að ég var kannski ekki nema 7-8 mínútur að labba þetta. Já. En það var aldrei spurt af því, þú veist, maður bara gekk í öllum veðrum og já, það má segja að aðstæðan hafi ekki verið tipp-topp, en svo spiluðu við höllinni, svona, oft á tíðum. Já, aðeins svona. Oftast nær, þannig að hún var aðeins stærri. Skrifa upp, já. Já. Hún var svo sem fín og er ennþá fín. En þetta í rauninni þegar þú ert með svona þátt eins og þú segir og þú færð rosalega lítinn undirbúningstíma þá er náttúrulega bara þeim mikilvægur að hafa þeim meira fagfólk
við þáttinn sem að kann allt, sem að redda sér, sem að fer ekki að grenja ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Já, líka frábæri tæknuminn á 365 og yfirleitt reddu við hlutunum rætt og vel og menn kunna vinna rætt og einhvern veginn var þetta svona frekar auðvelt þegar tiltók. Þetta veldur rosalega mikið á hvernig þér tekst að velja atriðin. Það er kannski að, þú veist, frábæri bílar og frábæri viðmælendur og síðan bakgrunnurinn. Semst hvað ætlar að gera hlutina. Já, það skiptir náttúrulega rosalega máli í sjónvarpi og maður skilur það ekkert alltaf fyrir en maður sér það gert rangt. Já. Að velja í rauninni rétta senu fyrir upptökuna. Allt þetta að spila saman og einstaklega kannski bara fleimaður hlutum. Ekki mánaður. Já, en lendur aldrei í einu svona rosalegu vesinni sem þú þurftir að redda alveg 1-10, það sem að... Jú, líklega erfiðasti dagurinn í tökum var nánast fyrsta takan þar sem við vorum með mjög metnaðarfullt dæmi. Já. Þá sem sagt dæmdu við til keppni á getri braut sem aðalega notuð sem go-kart-braut í Hafnarfirði sem Aksturs íþróttafélag Hafnarfjarðar á í rauninu þar. Já, Kapellrauninu. Mér skilst að margir þeir eru öskur reiðir og brjálaðir yfir ykkur, þá reynar að fá að fara að keyra á þessari braut. Já, þetta er gríðarleg útrás að keyra þarna. Við fengum bíla frá klúbnum, fengum að nota þeirra bíla sem voru með veltigrind og síðan hófuðu við svona 16 fræga Íslendinga og við vorum að bóka þá svona allt fram á síðasta dag. Það var dálítið stressandi og maður var stundum ekkert viss hvort að það myndi lögast því að þetta fólk var náttúrulega mjög tímabundið í sínu störfum en síðan voru bara tæknimáli líka heilmikið atrið. Við þurftum að redda þarna aðstöðu til þess að fólk, af því að það er engin aðstæða, að redda svona bíl sem að gjarnan er notaður í kvikmyndum sem er bara svona aðstæða til þess að þú veist borða og vera í kaffi og svona að þetta tók allan daginn því þetta var útsláttarkeppni og þetta voru rosalega margir akstrar. Þú fækst að skipta bíla og svo sá sem vann ef það var ekki 2-0 þá var farin þriðji aksturinn. Þannig að það skorið úr og svona þetta var og svo vorum við bara svo fá að stjórna þessu og svona erfitt að halda utan þetta og það sem var eiginlega erfiðast var bara nána stressið hvort að við myndum ná að manna þetta almennilega og svona og þetta við erum stundum þannig að við þykist alltaf að gera hlutina hratt og oft verða þeir á síðustu stundum fyrir vikið. Það er mjög íslenskt reyndar. Já, það er dálítið íslenskt. Ég veit ekki hvort að var hægt að skamma okkur fyrir skipulagsleysi þarna en þetta bara reyndist örðura í undirbúningi heldur en tilstóð. En ef það hefði komið mjög vont veður þetta þá allt verið til fjandans? Svo var ennið stressið. Það var að koma svo fyrir að það var myrkur og í úrslita kapasturinu þá tökum henni sögðu 2-3 mínútur viðbútt þá þetta verið ónýtt og hvað áttu að gera þá? Koma aftur daginn eftir eða klára ekki? Það gengur ekki, nei. Nei, þannig að þetta stóð mjög tæft og þannig var dagurinn mjög erfiður ídónum áfram alveg allan daginn og ég held að ég var í mætturinn kl. 8 og svo vorum við búin rétt fyrir 6 þetta var 10 tíma stress og þú ert alltaf í mynd. Þetta var notað hins vegar í alla 8 þættina. Þetta var brotið niður þannig að það var alltaf 1 kappastur hverjum þætti og svo kom undanúrslit sem voru alltaf 2 og svo kom úrslit. Já, sniðugt til að gera þetta of einhæft í rauninni. Nei, þátturinn var enda þannig settur upp að þetta var atrið í öllum 8 þáttunum En þið kláruðu þá mesta vesenið í rauninni strax í byrjun og Já, þetta var ansi drúgu dagur, ég veit ekki hvað komið, ég ætla ekki komið úr þessu, kannski 2 klukkutímar að tökum sem er enn og býsna gott. Já, það er mjög gott, því að fólk gerir svo oft ekki grein fyrir því líka og þegar maður hefur prófað aðeins að taka upp eins og ég hef gert að leika eitthvað svona auka hlutverk og eitthvað. Hvað þetta í rauninni er miklu meira heldur en að mæta og segja línuna sínar. Já, nákvæmlega. Það var annað mjög eftirminnilegt í raun vorum við með uppsetningu þarna semst á myndavélum eins og værum landsleikaraða í knaspinu. Það var sem sagt útsendingabíllinn og 6 vélar. Hún er svona daldið hæðótt brautin. Þannig að við þurfum að staðsetja það daldið vel og reyna að ná alltaf aksturinn allar hringinn. Svo eitt mjög athyglivert atriði í einu þættinum. Það var hvað heitir hún grínarinn hávaxna konan okkar Saga Garðars. Já, Saga. Já. Það var markmið hjá mér og upphafshugmynd að fá eina mannesku sem hefði ekki bílpróf. Er hún ekki með bílpróf? Nei. Verði ekki enn, held ég. Og að fá hana til aka og síðan voru alltaf 2 saman í liði og þá myndi hinn bara vera að kenna honum. Það væri svona dálítið myndrænt. Og svo
bara á hún algjörlega frábært start Já. og er á undan í fyrstu beygju, svo kemur svona 180 gráður dálítið víðbeygja og hún náttúrulega rugglaðist dálítið á petulunum og fór eitt skiptið þegar hún að koma úr þessari stóru hringbeygju þá fer hún á bensíngjöfuna í staðinn fyrir bremsuna og fer upp svona barð og stökk og þar var girðing, hún stökk svo hressilega yfir hana að það sá ekki á girðingunni en vandi man sá að það var engin myndavél sem var beint að þessu. En er þetta löglegt, það sem þú ert að gera þarna? Já, vegna þess að þarna með allir koma, það með krakkar með að aka þarna sko og eru gjarnan á go-kart sko og það sem meira er að krakkar geta ekið þarna í rallycrossi þó þau séu ekki með bílpróf. En þetta er náttúrulega bíla með veltigrindur og þú ert í sko 5 púnta belti, þú ert alveg njörfaði niður. Já, það er kannski ekki margt sem þú getur klest á þarna á þessum stað. Nei, raunverulega ekki og þó þetta hafi lítið illa út, hún plægði alveg akurinn við öskrum, ég hljóp bara þarna sko Íslandsmet í 200 metrum bara aðstæðan, ég held að væru sko Guðlaugur Þór, þingmaður var með henni í bílnum og var hann að kenna henni og þetta var mjög hann hefur ekki verið nú snöggur kennari hann stóð sér gríðarlega vel, bæði stóð hann sér vel í akstrinum og reyna að kenna henni en þetta er náttúrulega aldrei stress og þó hún hefur ruglast einu svona á petulum þetta var mjög svona erfitt af því ég held að þau hefur sérlega mitt sér sko. Já. En það var ekki. Þau alveg hlóðu sem mátt þegar ég kom að þeim. Þau voru aldrei smá sjokki en það er kannski þá sem maður hlær hæst. Já, en ég held að þetta, eins og þú talar undirbúningina, það er ekki allir sem gerir sig grein fyrir svona að þú getur bara mætt eitthvað og tekið upp að þú þarf kannski verið 6 klukkutíma og þú getur ekki bara látið fólk standa út í rigningu eitthvað upp á hálendi til dæmis. Svo ertu líka að hafa ofan fyrir þessu fólki og auðvitað datta út á missunustigum þannig að sumir gátu farið heim setna en þeir sem fóru lengst, þeir voru þarna bara allan daginn. Ég man til dæmis líka að svona dæmum svona kunni ekki undirbúa að Steinn Hormann var að tala að stundum var þeim boði þegar hann lék þarna köttin í stundin okkar. Köttin Kela? Já, þá var hann með hendina undir einhverju borðu, það var hóla í borðinu og hann setur hendina upp á borðinu og er eitthvað með hann kött. Að þeim var oft boðið að koma fram einhver staðar. En það var ekkert búið að hugsa út í það, það var ekkert borð á sviðinu, það var engin staðir fyrir hann til að fela sig. Bara hvernig á hann að leika köttin Kela bara á einhverju sviði einhver staðar. En fjöllistamæðurinn Steinn Hormann, hann hefur bjargað þessu. Já, hann hefur virkilega gert það en mér verður bara að hugsa til þess að Já, þetta er aldrei gott. Og þú ert að glíma við í rauninni samt miklu flóknar hluti, tækni. Já, þetta var daldið svona, þetta var flókið sett upp, þetta atriði og það var í mörg horn að líta, ekki bara fyrir mig. Já. En bara svo ég látið hann að fylgja, við vorum 2 í þættunum, sem sagt Sigríður Elva, hún var með mér í þættunum, ég vildi alls ekki gera þetta einn og fannst ofsalega sniðugt að hafa konu með mér. Já. Hún stóð sér ágætlega. Það er ágætlega að vera 2. Jó, getum alveg vottað það. Ég get vottað það. Já. Hann segir ekki neitt núna. Nei, en talandi svona þætti sko, þá til dæmis þekktasti bílaþáttur heims og náttúrulega vinsælisti þáttur sem verður framleiddur er bílaþáttur. Það lítur að vera Það er Top Gear. Þeir eru 3 og það er kannski ideal sko. Já, þú veist, monológur er leðilegur, duológ er miklu skemmtilega en þeir eru orðnir 3 að þá svona myndast kannski skemmtilegar umræður og það er það sem þessi þáttur þeirra gengur svo mikið út að það er ekkert bara bílar. Þetta er alltaf bara skemmtið þáttur í raun. Var hann ekki rekinn þessi Jeremy Clarkson eða hvað sem hann hétt fyrir að kýla einhvern? Vist er það. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Jú, hann var rekinn frá BBC. Já. Og það var ekki fyrsta brotan svo sem en svona dropinn sem fyllti mælin. Já. Já, hann var svangur hann eftir tökudaginn og fekk ekki heitan mat og þá kýldi hann einhvern. Já. En nú er hann komin að Amazon Prime og þeir fylgdu með hinni 2 sko. Já, þetta er svona ömulegt fyrir BBC að þeir geti ekki sett þetta fordæmi að haldunum ef hann beitir einhvern nóbeldi en hann fer náttúrulega bara beint eitthvað annað. Já, og þar eru þeir að gera góða hluti. Ég held að ég búið að sína fyrstu 3 þættina á BBC, Amazon Prime. Já, það er náttúrulega allir líka tilbúinir með peninga bara, hann losnar frábært tökumann. Svo metnaða fullt hjá þeim, sko, ég held að sé eða meira fyrir í hvert þátt heldur en BBC gerði, sko. Já. En með ólíkindum, sko, ég reyndar og er eiginlega bara, viðurkenna það að ég er ekki búin að sjá þess að þætti. Það er að vera svona, gera gangskórið því að. Já, það er náttúrulega líka þegar að þáttur er búin að sanna sig svona. Já. Að þá er náttúrulega ekkert svo mikil áhætt að setja mikil peninga í hann. Nei, það má segja það og ef þeir eru með businessplan til þess að hafa það fé til þess að halda síðan áfram. Ég ekki vilja kasta fénu og gera þetta með gríðarlegum metna og selja svo ekki neitt sko.
Þetta byrjaði bara í einhverjum örfáum löndum, Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Japan, ef ég maður rétt. En núna í þessum mánuði, í desember, ég veit ekki á hvaða degi, þá ætlar að fara hreinlega út allt. Þetta ætlar að bjóða til 150 löndum, sem að kaupa þessa þætti. En svona, stalstu einhver úr þessum þáttum í þínum? Já, auðvitað var maður búin að horfa ansi mikið og nei, raunverulega ekki svo miklu. Jú, þeir voru náttúrulega með celebrity að keyra þessa Top Gear braut, en við tókum það kannski ennþá lengra með því að gera þessu svona dálítið formulega flotta keppni. Það nú heldur engin hugmynd sem hefur ekki verið notið áður í öðrum þáttum eins og fá fræga til að koma að elda og ekkert nýtt í þessu nei, bara fólk vill sjá eitthvað svona og með hasarnum En varstu alltaf með bíladöllu frá því varst strákur? Já, raunverulega, já ég hef gríðarlega gaman að bílum Líka þá svona að krukka í þeim og gera við Ég hef minna gert að því kannski heldur margur heldur reyndar vann ég töluvert á Vestæði Föðmis bifreiðasmiður og átti Vestæði sem hann á ennþá reyndar í Ármúla og er að vinna þar 82 ára gamall svona töluvert mikið en já ég hafði alltaf voða gaman að bílum ég hins vegar ekki þeir eru margir sem hafa rosalega gaman að gömlum bílum ég hef meira gaman að nýjum bílum Já, þeim sem hafa meiri kraft Já, og þeir bara meiri akstursefni og ég er líka mjög gaman að sögu bílafyrirtækjana og þetta er svona dálítið vitætt en ég er engin svona gríðarlegur aðdóandi þessara gömlu amerísku bíli eða slíkt. Reyndar voru þeir aðeinslegir en það einskorast ekkit endilega við það. Þetta er líka kannski einu tækin sem er svona nostalgía fyrir. Já. Af því að þetta er svo tengt lífi fólks einhvern veginn að keyra einhvern bíl og vera á einhverjum bíl. Það eru rosa margir með bíladellu. Já, en þú sérð ekki mikla nostalgíu fyrir gömlum símum eða gömlum opnum eða eitthvað svona. Akkurat. Það er eiginlega bara, þú veist... Þetta er heimilisvinnurinn, Já, nákvæmlega. Já, með þó að gemsi sé heimilisvinnur allra í dag. Það var ekkert sexy við hann. Nei, nákvæmlega. Þessi gamli sem þú snýri skífinu eitthvað. Já, kannski við... Hundleðilegt tæki. Já, miklu flottari. en það er nostalgía fyrir gömlum leikföngum. Já, það er svona það helsta sem þetta í hug og það er jafnvel verið að gera ný leikföng í gömlum stíl þannig að það er kannski verið að gera leikföng úr svona einhverju frá 1980 Jaws myndinni, hana hákallamyndinni eða eitthvað og þá eru þau kannski gerði í þessum 1980 stíl sem að gömlu Star Wars kallinu voru í frekar en að gera það á svona vandaða nútíma með öllum liðamótum og eitthvað Við fengum einu svona leikungarsmiða sem var að blanda saman leikungum í dag að steypa þið saman svo að törleskalla við hímenkalla og svo framvegis Já. Það er sambland Við erum að bíða eftir að verða nógu hégumafulli til að láta hann búa til okkur Já, hann bjóð til MC Gauta til dæmis Það er hægt að þrívítarprent ykkur og bara smaka, ég sé svoleiðis Já, þá lítum maður bara út eins og dúka Já, það er rétt En ekki með leðamótum þó Nei. Það er aðeins flóknara En talandi um bíla og þessa nostalgíu að til dæmis er alveg feikilu og markað fyrir gamla bíla sérstaklega þeir eru að flottara gerðinni og það er dæmi bíla sem að selst á milljarða svo dýrast er með minni að sé 4,5 milljarðar eitthvað svoleiðis náttúrulega Ferrari Nú er verið að reyna að selja annan eins sem var endar ég held að það hefur verið númer 2 í röðinni af Ferrari 250 GTO sem var mikill keppnisbíl að vera að reyna, vermiðin á honum núna er 6,35 milljarðar Já, það er ekki smáraði Nei Það er bara svo flugvél Já, ég er svo fengið ansi stóra flugvél Já Og þetta er bara fyrir eitt bíl semst þessi söfnunargripir og þeir sem eru að kaupa sér Ferrari bíla eða Porsche bíla af flottara gerðinni þeir eru ekki bara að kaupa bíl, þetta er fjárfesting og sumir eru bara að standa kannski 20 ára síðan með miklu meira virði heldur en þeir nokkuð tíma lögðu í Já, svo getur náttúrulega tekið hans fyrir þess að frægu bíladellu kalla eins og JLN og Owen Atkinson og JK og alla þess að kalla Já, það er ótrúlega fjöldi mann sem er með svona safn JLN og með ótrúlegt safn Já, af alls konar bílum Já, og hann er að gera þætti núna sem sagt nú er hann alltaf hættur í sjónvarpinu og þætti sem eru aðal á netinu sem hann er að fá hérna ýmsu í heimsum til sín annarkort með sína bíla eða annar sína eigin Einmitt En var ekki að þú varst að tala dýrustu bíla sem hafa selst var ekki bíllinn úr Goldfinger var hann ekki seldur á eitthvað Jú, ég held að sé rétt hjá þér og það er náttúrulega búið að selja töluvert að þessu og hvort að þessi DB5 bílar og sem hafa náttúrulega verið í fleiri en einni bíómynd og ennst nokkrar
einmitt ef að bílar hafa komið fyrir í bíómyndum. Já, þannig náttúrulega í Goldfinger hann með hann bíl og hann skýtur út úr honum með einhverjum svona sprengjum og gerir alls konar brellur með honum og þá hlýtur það að höfða mjög til hégum einhvers að kaupa sér James Bond bílinn. Já, algjörlega, og það verður ekki litlir peningaskiptum hönd í þeim viðskiptum. Einmitt. Svo einmitt sá ég daginn og ég skrifaði einhverja greina það var verið að selja þetta svona tiltölulega saklausan Audi bíl sem að Diana Princess átti. Já. Það reyndar hann ekki á hann lítið og hann var í fínu ástandi, þetta var blæbíl. Hann fór á einhverju 5-földu verði sko, nýsbíls af Audi, svona að þessari stærð sko, bara því að hún hafði átt hann. Já. En það náttúrulega ákveðin saga á bakveða þegar þú getur sagt að Diana Princess keyrði hann og kannski ákveðin sorgar saga líka því að hún náttúrulega dó í bílsleysi öðrum bíl. Já. En svo kannski annað í þessu að þetta um Asti Mini. Einhvers dag sagði það að hann hefur verið hannaður af sko sálfræðingum. Mini lilli. Já. Hann hannaður með það í huga að þetta væri konubíl. Já. Og konur fengið svona umönnunar svona tilfinningu gagnvart þessum bíl. Bara eins og unga barn var eða. Já, það getur meira verið en hann sem sagt hönnun á Mini álíka þá sögu á þessum árum þegar hann teiknaður og menn að framleiða Mini að þá það ekkert löngu eftir seinni heimsstyrjöld, það var bara hreinlega stálskortur og það var bara bílaframleiðendur voru bara einfaldlega beðnir að búa til litla bíla. Já. Og það fættust þarna ótrúlega smáir bílar. Fiat 500 gott dæmi það. Svo var bíl sem heitir BMW Isetta sem var bara á 3 hjólum. Það bara eitt af alminnsta sem ég hef séð sem gæti kallast bíl þó alla. Já. En það voru sem sagt allir evrópsku framleiðendur fóru í þetta og við gátum ekki hafa okkur eins og Bandaríkjamenn sem voru að smíða sko 2 tonn í einu og með alls konar vængjum og hugulegheitum. En bílarnir í Evrópu voru kannski 3 4 léttari. Já, en talandi um vængi, þá þeir farin að búa til fljúgandi bíl í dag. Já, þeir eru með þess að til. Hafa nú ekki verið markasettir ennþá, en þessi maður sér þennan draum alltaf dúkka upp á þessum bílavefjum og þetta til. Já, og verður sér bíl þyrla, ég sá svoleiðis um daginn. Já, ok, það hef ekki séð þá. En það sem að manni dettur í hug þegar maður hefur talað um að markasetja fljúgandi bíla til almennings. Já. Er það ekki svolítið mikil hætt á einhversi fullur og ekki bara klessi á, heldur fljúi inn á leikskólalóð, skilurðu, og eða eitthvað. Ég held að það verði svolítið að hugsa út í hættuna ef allir geta verið að fljúandi bíl, sko. Með alla nýja tækni það að búa til einhverja reglur, en Það er sennilega bara þetta GPS-miða og þá bara það þannig að bílar rekist ekkert saman því að vita hverjum öðrum. Það er svo sem eins og fluglar, það náttúrulega með svona öðrunabúnaði. Þetta myndi alltaf gerbreyta okkar samfélagi. Já. Já, þær þurfa að geta lent vantilega á mjög stuttum brautum. Getur svolítið erfitt fyrir lögregluna að stoppa bíla? Já, það getur það. Svo getur einhver kannski hakkað sig inn í GPS-búnaðinn og látið bílinn klessa á eitthvað, hús eitthvað sem hann hatar eða eitthvað. Já, þú finnir einhvern mjög leiðinlegan sem að þér finnst ægilega leiðilegur og þú myndir bara stimpla bílinn þannig að hann myndir fljúga með þetta færi eða eitthvað. Akkurat, það er ekki að losna við hann þannig bara. Já, ég meni, þjóðin er einhvern veginn alltaf undan öllum. Já, við veitum það. En þetta býður upp á marga möguleik í framtíðinni. Já, það er búið að sýna fram að þetta er hægt náttúrulega. Já. En dýrt ennþá. Já, það er náttúrulega eiginlega samt alltaf þegar kemur einhver ný tækni þá þurfum við að fást við einhver ný vandamál eins og glæpi og svona, eins og með dróna. En nú getur alveg einhver flogið drón bara til dæmis upp á svölunum mínum og fara að taka vídeo inn eitthvað og hann getur það, en þá brýtur hann reynda lögin því að það er svona reglur. En það er auðveldara að brjóta lögin. Það má náttúrulega ekki, en það er auðveldara fyrir hann að gera það heldur en klifrupársvalna hjá mér. Í rauninni þá er ekkit öðruvísi við fljúgandi bíl heldur en bara Cessna sem var hægt að brjóta vængina saman á. Já. Þetta er ekkit annað. Þetta er ekkit þessi tækni þarna bak við þetta og svona hugsunin er ekkert mjög fjarr okkur sko. Þetta er bara að tvinna saman bíl og flugvél. Einmitt. Sannlega. En ef við tölum eitthvað sem er aðeins kannski nær okkur í mögulegum tíma rafmagnsbílana sem eru í rauninni komnir og eru alltaf verið betri og betri. Já. Er þetta sniðugt í dag? Þetta er sniðugt fyrir ákveðin svæði eins og Ísland og Noreg. Rafmagnsbílar í mörgum heimslutum eru nánast miskilningur. Já, ég sá vídeo um það frá áróðurs
deild sem heitir Prager University að þeir eru að tala með þessu ömulegir þessir rafmagnsbílar af því að þau eru hvað sem að brenna kolum með olíu. Já, eins og í Kína og reynilega bara mjög víðum heim. Já, og eins miklir bjánarnir sem mér finnst þeir vera, þá hafa þær þú allan rétt fyrir sér það í þessum heimslutum. Já, og mér er að á ákveðnum svæðum í Bandaríkjunum þá reynilega borga sér ekki vera rafmagnsbíl. Nei. Það er bara ekkert sniðugt fyrir umhverfið. Þú þarft að hafa endurnýtanlega orku til þess að borgi sig að vera með rafmagn. Því að rafmagn er alltaf búið til úr kolum og olíu til að byrja með. Já, við Íslandi erum alltaf bara góðsennlandið því að það er engin þjóð, það konur bara fram í blöðunum í dag, það er engin þjóð sem að framleiðir sína orku á umhverfisvænni hátt. Og við ættum eiginlega að vera svona prófunastöðin fyrir og erum mjög leiðandi í þessu. Já, þjóðin sem leiðir er Noregur sem hlutværslega kaupa þeir talsvert fleiri bíla heldur sem er svolítið sérstætt því að þeir eru olíuþjóð. Það er alltaf sérstætt, en þeir náttúrulega eru líka með umhverfisvæna orku. Þeir selja náttúrulega olíuna mestmengnis annað. Þeir eru náttúrulega með sín fallvötn, þeir eru náttúrulega kannski ekki með háiðan eins og við, en fallvötnin, þeirra orka er umhverfisvæn sem að fer í þessa rafmagnsbíla. En munið þetta ekki aukast heldur á næstu árum? Jú, Jesús, þetta er á beinubröndinu og það mjög hratt. Hvað kostar svona venjulegur? Þeir geta verið núna líklega ódýrasti bíllinn sem hægt er að kaupa á Íslandi í dag er Nissan Leaf og ég hef séð verðnir ég held að sé á 390 í umbúðinu ódýrasta típan á honum. Þannig að hann er nú ekki dýrari heldur en þetta er ekkert pínulítill bíll og mjög skemmtilegur. Ég var byrjar að hugsa út í þetta af því að ef maður kemst eins og á Akureyri á fullur rafmagni eða það stoppar einu sinni og fyllir á. Já, stoppar einu sinni og fyllir á. Mér er svo Tesla sem er með upp í 480 km uppgefið sem er enda lengri en Akureyri. En það miðast við allra besta aðstæður. Ég myndi varla að taka sína sín. Við erum alltaf mikið að keyra upp og niður brekku líka á Íslandi sem er kannski ekki tekið. Og kuldi og svona. En við besta aðstæður þá myndan líklega komast. Það eru 386 á Akureyri, ég maður rétt. Við þurfum að fjölga þessum hleðslustöðum og bæta innviðina aðeins og þá er þetta orðið verulega raunhæft. Við ættum eiginlega að gera þetta miklu hraðar. Það sem þó ríkið hefur gert til þess að flýta fyrir þessum málum er að gefa eftir vörugjöld og virðisauka upp að 4 milljónum. Eins og ef þú kaupir bíl eins og Teslana sem er kannski er alltaf við 10, kannski 12-13 og upp undir 20 eða fyrir eftir tímum. Já, það er nú ekki fyrir svona meðalmanna kaupa sér. Nei, en það er seldast nú til slattaðin. Og fullt af fólki kannski sem betur hefur efna á slíkum bílum. En þú þarft ekki að leggja í nema, 3,4, þú veist, þá ertu komin á mjög skemmtilega rafmagnsbíl og standardin er svo með okkur sem búa hérna á höfuðborginni að við erum yfirleitt ekki að aka meir en 50 kilometra, það þykir bara mikið á dag og þá er það snattast heilmikið. Það er að vera langt í vinnuna. Já, það er alveg rétt, mest af þessu er maður bara í bænum, bara í vinnuna, sækja krakkana eitthvað svoleiðis, heimsækja eitthvað kannski fara út í búð. Já. Þú ert sjaldnast að keyra eitthvað sem er, þú veist, eins og á Selfossi eða eitthvað sem er þó ekki nema kannski. En þú kemist þangað? Já. Ekkert mál. Og það er hleðslustöð og það, ef þú ert eitthvað hræddur að komast ekki tilbaka, það er bara það svona. Ég væri mjög hræddur að komast ekki tilbaka ef ég væri á Selfossi. Já, ég skil það mjög. Það er Selfoss. Við erum nú góðu Selfossingana. Við erum nú að hrista eitthvað eins og upp í ykkur. Fín, já, gaman að því Selfoss er. Já, akkurat við sjáum það bara núna að það er strax farin að aukast þessi markaðshlutdeild rafmagnsbíla bara í auglýsingu við sjáum þetta í sjónvarpinu, við sjáum þetta út og allt. Að það er alltaf verið að auglýsa rafmagnsbíla. Og svo er þeir sem eru þarna á milli, standa þarna á milli, það eru þessi tengiltvinnbílar sem eru rafmagnsbílar sem eru líka þá með brunamótor og þegar rafmagnið þrýtur þá tekur hann við og þannig er engin hræðsla við það hann komist ekki legar sinnar og þeir hafa selst gríðarlega vel í ár, ekki síst með tilkomu margra nýrra svoleiðisbíla. Það er ekki fjölga með mikið í rafmagnsbíla úrvalinu en mjög mikið í tengiltvinnbíla úrvalinu. Og staðreyndin er svo að því miður þá hafa selst færri rafmagnsbílar í ár heldur en í fyrra en ég held að sé 3-falt eða 4-falt í tengiltvinnbílum og það er tilkoma ekki síst jeppa það kom þarna mjög flottir og já, ég myndi segja mjög góðir bílar inn núna, það var sem sagt Volvo jeppin XC90, það var Audi Q7 og það er aldrei mikið í Volkswagen fjölskyldunni, stórfjölskyldunni Audi og Skoda eru þar með taldir og þar hefur bílum fjölga mjög í þessum tengiltvinnbílum en svo reyndar eru þeir líka með hreinræktaða rafmagnsbíla eins og þeir eru með Golf
og síðan áti með A3 sem hreinræktaðan rafmagnsbíl. En þessir bílar í rauninni sem að maður kallar hybrid eða tengil tvíbíla, Já. Eru þeir á viðráðanlegu verði líka? Já, þeir njóta þessara fríðinda líka. Þannig að þessi bílar myndu kosta miklu meira ef þessa nýti ekki við. Og eru þeir þá jafnvel ódýrari heldur en Já, það svo skriðið. 100% rafmagnsbílarnir eru dýrari? Já, sko, við nú ekki séð það er bara einn jeppi sem að ég get nefnt sem rafmagnsbíl, það þessi Tesla X, Model X sem að gæti þá keppt við hina. Hann líklega sínudýrari, það nú reyndar mjög fáir þannig konið til landsins, 2 eða 3 og en kannski forðunlegastur samanburðurinn ef við nefnum dísilútgáðunar af þessum Volvo og Audi sem var að nefna að þær eru bara svipuðu verði. Já. Og þeir bílar hins vegar miklu ódýrari í öðrum löndum þar sem að þessa nýtur ekki við. Þar eru rafmagnsbílar eða þessi tengiltvinnbílar eru bara talsvert dýrir. Þeir eru ekki dýrir á Íslandi. Hei folks, velkomin aftur í Flæðiskerið, Rökkvi og Jói hérna með Finni Orra Thorlacius, bíla sérfræðingi. Og við ætlum að vinda okkur í að spá í sjálfkeyrandi bíla. Ég vil vel bara byrja á því að rósa Jóa fyrir lagvalið. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Bæði frábært lag og hvað það heitir. Já, þetta hljómsveitin Cars og lagið Drive. Já. Verður ekki meira bílalegra en þetta? Nei, ég held ekki. Ég held reynilega ekki. Já, sjálfkeyrandi bílar, þetta skils mér að sé hluti af framtíðinni. Já. Og reyndar var Google hann einhvern bíl sem virkað hann ef hann lendir á einhverjum gangandi vegfaranda þá límist viðkomandi við bílinn. Já, ég held að Jói lesi mikið af þessu, ég hef ekki heyrt þetta. En það allir að tala og allir að framleiða þennan búnað. Já, málið þetta að mest það sem að fólk verður fyrir mestu meiðslin koma þegar lendir aftur í götunni og þetta hugsunin. Já, sá sem keyrt á límist við bílinn, ekki sá sem inn í bílnum. Þetta ekki til þess að við komum til stingi af eftir að vera keyrt á hann Nei, ég held að þetta væri sá sem væri inn í bílnum myndi límast við svo hann getur ekki stungið af. Gæti samt verið mjög konvinient bara ég ætla að ná þessum og þá næ ég honum. Já, akkurat. Það verður á þetta. Já. En þetta nýtt og svo velti ég fyrir með sjálfkeyrandi bíla. Eftir hverju fara? GPS nýtum eða hvernig virkar þetta? Já, en þeir lesa líka línurnar í götunni og þeir lesa á skilti. Þannig að það fyrir verðgerðin að vanda sig. Já, og þegar kannski tekið eftir því í svona fullkonari leiðsögukerfum þeir aka sérstaklega út í heimi sem ég ger enda mikið af þessa dagana að þá kemur oft upp á skjáin hraðin sem á viðkomandi stað og þetta mjög nákvæmt. Bíllinn, þú bara stillir að ná það bara fer hann eftir því. Hámarsaðan kemur auðvilt upp á. Já. Þannig að ef að sjálfkeyrandi bílar kemur hérna og eru bara almennir og við værum bara á sjálfkeyrandi bílum þá lögreglan gjaldþrota. Það ekki til þess að sekta. Já, en þá getur líka fækkað þeim. Já, lögreglan getur líka tekið fólk fyrir einhverja aðra glæpi bara. Já, nákvæmlega. Drónana sem það að fljúga til að njósna fólk. Miklu alvarlegri glæpi. Já, drónana. En ég hef samt orð fyrir því með GPS að fá mér bílugubíl í Boston og keyra til Montreal og svo sagði mér bara eitthvað bull að beigja eitthvað starf sem var engin beigja eða eitthvað. Já, því miður þá verð ég bara allt og oft var við þetta. Ég keyri talsvert mikið af nýjum bílum erlendis og í þessum reynsluaksturs pökkum sem það fer í og einu sinni mann eftir bíli, ég ætla ekki að nefna hvaða bíl það var einu sinni, að hann myndi alltaf að ég keyri út í sjó. Ekki praktísk. Einhver einhverfur maður myndi bara hann sagði mér að keyra út í sjóin. Já, það er reynda þurft að fara gennum vegg áður. En mér finnst ég en það er bull, það er ennþá aldrei bullið en að megnum til eru þau alveg frábæri. Mér var sagt þetta væri af því þetta væri bíll í amerískt GPS og ég væri komið til Kanada og þá væri þetta ekki alveg 100% rétt. Það gæti nú alveg. Hann klikkaði aldrei í Bandaríkjunum en í Kanada fór hann að segja mér eitthvað bull. Vanalega þannig að þegar maður er að keyra í svona reynsluakstri þá eru fyrirfram ákveðna leiðir sem að bílaframleiðandinn hefur teiknað upp og þú ferð eftir þeim, þú þarft ekkert endilega að gera, þú farið hversu þú vilt og svo bara ítur á home og fer bara þá hvort sem það er hótel eða það sem þú ert að skila bílum
og yfirleitt klikkar ekkert. Þú ert að tala þá sjálfkerandi bíl í rauninni. Já, sko þetta orðið svo nálægt. Það ekki nema að vona menn séu komnir á þessa línu að búa til sjálfkerandi bíla, en sem þeir geta lesið orðið svo mikið og bara í mörgum nýjum bílum komin svo tækni að það hreinlega erfitt að aka á vegna þess að hann bremsar sjálfur eða þú nálgast úr hatt og akreinar vari ef þú ert að krossa yfir línu og ferða milli akreina þá lætur hann þig vita ef þú ert ekki búin að gefa stemniljós og hann les orðið svo margt að það var bara orðið svo stutt í að þeir sko væru sjálfkerandi. Já, þú ert með cruise control til þess að halda cruise control, nákvæmlega, og heldur bíl í næsta bíl, ég að sjá það í fleiri og fleiri bílum, þar sem þú bara stillir það semst, og hann hleypir aldrei svo nálægt sko að þú getur ekki stilta þannig, þú veist það verður aldrei hætta. Þetta verður alltaf í rauninni aulavætna og aulavætna. Já, og þegar maður búin að prófa eins og ég og konan fórum í frí til Frakklands einhvern tímann og rifumst alveg þvílíkt mikið einhverjum mistökum sem við gerðum að lesa einhver frönsk skilti og eitthvað svona og leiðbendingar að sem að sko á frönsku hljómar til hægri og beint áfram eiginlega alveg eins. Tout droit ou à droite. Já, à droite og tout droit eða eitthvað svona. Þannig að í rauninni beint áfram hljómar eins og alveg hægri. Já, tout droit, já. Og við rifumst hvort við ættum að fara alveg til hægri eða beint áfram, því kallinn benti áfram sko, og konan mín betri að lesa fólk en ég og ég meira betri að lesa rök. Og ég sagði bara nei, hann sagði til hægri eða eitthvað, en hann benti áfram. Og svo fyrir utan alltaf það alltaf lesa skiltinu og við viltum allt og rifum svo óslega mikið. Og þegar við fórum með þetta GPS þarna, þá var bara hjónaband okkar allt annað. Við vorum miklu betri vinnir. Já, þarna sérðu hvað nafið er gott. Já, nákvæmlega. En þetta er orðið það magnaður búnaður að þeir áttuðu sig á því að þetta var nánast orðið sjálfgerandi og það er einhvern veginn allir framleiðendur að fara í þetta og setja þetta gríðarlega fjármuni. Persónulega ekkert mjög hrifinn. Nei, ég vil bara keyra bíl. Já. Þú veist, ef maður er bílaáhuga maður, þá vil maður alltaf bara keyra sem bíl. En það er kannski styttri í þetta heldur við höldum. Hefur þú nokkuð lesið bók sem heitir Maður sem heitir Óve? Sænsk bók? Nei, ég bara mista henni einhvern veginn. Hann var svona kall sem að kunni á verkfæri og kunni að laga hluti og var alltaf brjálað pirraður yfir öllum sem að keypt sér sjálfkeyrandi bíl og alltaf reyður yfir engin kynninni praktist í dag. Já, akkurat, ég meina, svo ef að skildi nú eitthvað bíla, það var nú allt í lagi að kunna gera bíl. Já. Það er náttúrulega ótrúlegast að sem að fólk kannski fer og lætur laga í rauninni þegar þeir ekki að. Bara ertu búin að prófa að kveikja og slökkva? Nei, mér datt það aldrei. Við verðum kannski endanum bara algjör fíbl. Kunnum ekki neitt. Svo ég tryggi það ég er ekkit ígja hrifinn. En það, sko, síðan kannski kom dálítið bakslag í þetta því að þið kannski lásið fréttur það, tíðarfréttur það að sjálfkerandi Tesla-bílar sem hafa verið að prófa víðan völl, að þeir voru bara að drepa fólk, sko, reynilega. Það er að segja aukumennina. Og þá sem í bílunum voru og það voru nokkuð mjög alvarleg slys og döðaslys. Hvernig gerist það þá? Hvað klikkar? Það bara klikkaði eitthvað í búnaðinum og þeir óku á. Já, það er handi alvarlegt. Já, það er mjög alvarlegt. Eða við förum í vísindaskáldsögurna að hvað er að hefna sín. Kannski var einhver að fikta bara. Já, bílarnir eru orðnir greindir og vilja láta kúa sér lengur. Já, þetta er bara bílarnir sjálfur, hostile. En þetta, það kom svona aldrei bakslæði þetta og voru sett lög í hinum ýmsu löndum, eiginlega mörgum löndum, þar sem að það var bara bannað að reyna þessa sjálfkerandi bíla. Það geta að láta simpansa undir stýrið eða eitthvað svona að prófa. Já, það hefur verið nærlegi. En við þurfum líka að vera góð við dýrin. Þá hefði Peter náttúrulega bara komið. Eða bara senda hann einan, því að það er kannski aðalatriði. Ef hann er sjálfkerandi þá þarf enginn að vera í honum. Já, nákvæmlega. En þá er samt hættulegur ef eitthvað bilar, því að það er náttúrulega fullt af öðrum bílum og gangandi vegfarendur og hjólamenn. Ef það er verið að keyra hann í alvöru umferð, já. Þá var hann náttúrulega ekki. Þannig að í raun voru menn og ekkert mjög hrifnir í stjórnvaldi í ýmsum löndum þegar þessi tíðuslys voru að fylla fréttirnar. Ég náttúrulega forritari sjálfur og ég get ímyndað mér að vera forritarinn sem að forritaði villuna sem að sagði bensín frekar heldur bremsan. Já. Ef þetta, þá, ég ætla að bremsa, nei, ég skrifa og verð bensín. Já, ég hef ekki fylgst með því hvernig lögfræðiliðin á þessu endaði en þarna voru hansi tíðisleis og þetta svona færði þetta örglega einhver ára aftur í tíma. Já. Ég held það og það verður nú dálítil bið eftir þessu held ég. En manst eftir þegar það voru svona loftskip sem fórum við fólk og það var eitthvað eitt slisa sem kviknaði einu og svo bara dós á bransi. Já, Hindenburgslysið.
var það ekki? Jú. Eða var það Zeppelin-slys? Ég man ekki hvað það Zeppelin hét. sem En- Það voru 2 svona slys. það var 2 svona slys, já. Já. Og já, þetta átti að vera voðalega mikið framtíðin og voðalega dótarhatt. Já, en það er náttúrulega komið flugvílar eftir þetta. Já, já. Kannski, þurfti ekki. Svo þurfti ekki nema eitt slys sem var ekki á völdum við fengum rosalega hraðfleiga flugvél í formi Concorde-vélarinnar sem, hvað var nú, rúma 3 tíma til New York frá París og því verkefni var síðan hætt en það var ekki vegna þess að hún klikkaði vélinn, það var einhver aðskotahlutur á brautinni sem grandaði henni. Já. Já, bara klúður hjá einhverjum. Já, klúður kannski hjá, þeim sem átt að geta þess að þær væru hreinar brunnar og það var því verkefni að aldur til Það bara gekk ekki lengur. Nei, þeir lögðu restinni Já. af þeim og kannski alveg sinn því að ég var alveg til að vera 3 tíma til New York eða styttra hérna. Það var ég líka. Já. En það er ýmis fyrirtæki sem menn hafa prófað sko, eins og þessi loftskip. Svo er að svifna okkar. Já, þetta er aldrei skemmtileg hugmynd. Það með þess að hefur reynt hérna á Íslandi. Já. Ég veit að góðminni pappa míns, hann keypti sér einn. Hann átti eitthvað að peningum og þetta er bara svona leiktæki. Og þeir voru að flengjast á þessu upp og niður Þjórsá og við Gísholtsvatn, veit ég það sem bústaðar hans var. Og svakalega held ég að það verið gaman. Já. Nema þegar að einhver hluta vegna hann tókst á loft og endaði síðan enduðu daldið. Já, það er hægt alveg. Já, eða kannski fer mjög hratt en ég var alveg til í að prófa eitt svo leis. Já, þeir eru til mjög stóri jafnvel sem farþegaflutningatæki. Já, maður sé mjög stóra. Og hérna á Íslandi var einmitt gerað tilraunir með þetta frá Eyjum held ég minni mig. Var það ekki? Já, var það, já. Já, mitt að flytja fólk, já. En náttúrulega íslenskt hafi nú ekki lampa að leika sig við. Nei, ég held að það hefði verið stegut að bara um þessum dag. Já, akkurat. En þeir hafa líka verið notaðir í hernaði. Já, það er mjög auðvilt að fara á land og þeir eru snöggir á land. Já, þeir svífa svona yfir á loftbúða. Svífa á vatni og líka á landi, þannig að þeir eru praktískir, marguleiti. En fara kannski ekki yfir mjög grótt landslag. Nei, ekki beint. Nei. Flæðiskýrið á endarinu hér í dag. Við ætlum að þakka þér kærlega fyrir komuna Finnur Orri Torlasíus bílablaðamaður. Takk fyrir svo leiðis. Og við kannski fáum aftur til að spjalla fleiri faratæki. Vorum ekki hálnaði með faratæki sem eru til í heiminum. Nei, við vorum vallafartin að snerta bílum. Já, nákvæmlega sko, það er bara málið. En Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Viðstisson þakka fyrir sig í dag. Og við sjáum aftur eftir viku. Já, verið sæl.